Komið sæl og verið velkomin í Þjóðmál. Við höfum svona búið okkur til þá óformlegu reglu að taka upp áfanga þætti hér og þar. Við tókum þátt númer 400 á Kjarval, þar sem við tókum viðtal við Björn Sóvöka. Og í dag erum við stödd hér á Te og kaffi í Borgartúni. Fengum við okkar þar til að lána okkur svæði til að taka upp þátt. Þátt númer 450. Var nú ekki verið endanum, en þetta góði gestur hjá mér. Ég þakka auðvitað Te og kaffi fyrir að taka vel á mót okkur og eins púlistrákunum fyrir að bregðast hratt við og mæta hér og stilla öllu græjum. Við ætlum að taka hér gott spjall alþjóðamálin við Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra. Vertu velkominn Albert. Takk. Gott að fá þig í þáttinn. Takk sömuleiðis. Þú nokkuð sem komið áður. Já, og við ætlum að fara aðeins yfir. Þú ætlum bara tölur að skrifa heimasíðuna og fjalla alþjóðamál, mæti viðtöl og svona, en við ætlum að taka smá vinkil á það. Áður en að gera það eins og verð. Þá, sko, ég man ekki hvort ég færði þér einhverja gjöf þú kom síðast. En ég ætla nú að færa þér gjöf núna. Það eru alls konar gólfvörur. Okay. Að ég veit þú spila hana golf. Já, af lítilli getu, en ég meti skemmtuna, já. Ég spurði þig sko fyrir í dag hvort þú spilaði golf og þú sagðir ég er ekkert sérstaklega góður og ég sagði það er ekki spurningin sko, hvort þú spilaði bara. Hér er golfhanglaði og golfboltar og tí og teikafall og allt sem að vinnur okkar í IT-House og Brands hafa búið til fyrir okkur. Ljómandi, þannig að þú kippir þessu með þér heim. Alltaf nota eitthvað. Og þetta fæstu auðvitað alltaf á heimasíðu Þjóðmála, sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Síðan, svona áðurinn við kannski koma okkar efninu, þá minni ég á Bjórkvöld Þjóðmála sem haldið á Selfossi, á sviðinu á Selfossi á föstudaginn. Hvet ykkur til að mæta þar og svo að fara inn á tix.is og kaupa ykkur miða á þjóðfund Þjóðmála sem haldinn í Háskleipi á 28. ágúst. Þar ætlum við að trilla salinn, fara yfir kosningabarátuna, hafa svolítið gaman að þessu öllu saman, eða reyna það og eins og við gerum reglulega, við og aðrir góðir gestir sem að koma til okkar. Þannig að það verður stuð í Háskleipi á 28. ágúst. En að því sögðu, ég sagði að reyna að hafa gaman að þessu. Þannig að þessi ESB-kosting sem að stendur yfir og ég fyrir sannlega núna 29. ágúst, þar sem verður kosið áframhaldi viðræðna við Evrópusambandið, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Man geta fundið alls konar orðalega það. Þú verður að vera að tjáða þessu þetta? Já, ég verður að skrifa greinar þetta á síðustu mánuðina, allra síðustu mánuð, já. Og sko, ég ætla aðeins að vitna í þessar greinar, en svona ef við byrjum einhvers staðar, þú tekur nokkuð afgerandi afstöðu kannski í svona síðustu tveimur greinum þar sem fjallar þessi mál og segir henni að það bara að aðild Íslands með þau samningsmarkmið sem lögð hafa verið fram hún sé nærri ómöguleg. Er það ekkert óstórt í árunum tekið? Nei, sjálfur sér ekki sko. Mér finnst nú undarlegt hvað fer lítið fyrir því að það voru viðræður áður, aðildarviðræður, þetta var reynt árunum 2010 til 2013. Já. Og það var byrjað að tala sjávarútveginn undir árslok 2010 og þá hefja svokallaðir rýnifundir. Þetta er bara allt, þetta er bara ferill sem er fyrirfram ákveðin af Evrópusambandinu. Skref fyrir skref, rýnifundir, þá er borin saman regluverk, löggjöf, viðkomandi aðila, í styrfylli Íslands og ESB í sjávarútvegsmálin, ég er að tala um sjávarútvegsmálin. Já. Og þá kemur auðvitað í ljós, mikill munur á Íslandi og Evrópusambandinu, hvað þetta var það. Og síðan kemur að því þá að skila niðurstöðu og þá myndi Evrópusambandi skila sinni rýniskýrslu og svo myndi Ísland koma með samningsafstöðu eins og þetta. Og þetta gerðist aldrei. Og það urðu aldrei neinar samningaviðræður sjávarútvegsmál. Aldrei. Í þessum viðræðum. Aldrei. Og það sem gerist er það að Íslendingunum, Íslandi er tilkynnt það að það þurfa að gera tímasetta aðgerðaáætlun, það hvernig Ísland ætla að taka yfir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og þetta var auðvitað óásættanleg krafa. Og jafnframt kom fram í áfangaskýrslum Evrópusambandsins eins og viðræður að jafnframt ætti eftir að aflétta takmörkum á fjárfestingafrelsi, varðandi fiskveiðar, varðandi útgerðir og sjávarútveg á Íslandi. Þannig að sko, síðast þegar þetta var reynt, þá voru engar viðræður. Engar. Sjávarútvegsmálin. Hvaða þýðingu hefur það í dag? Já, sko það er ekki breyst. Bara fólk átti sig á því, að þetta var ekki rætt þá, en má það ekki rætt þetta núna? Já, ég er bara eftir að sjá hvað gerist, hvað það varðar, en það hafa engar breytingar orðið á neinu umgjörð þessa máls. Það er engar breytingar orðið hjá Evrópusambandinu varðandi þetta, þannig að það bara kemur í ljós hvað gerist, en svona fór þetta síðast. Og eins og ég segi, þetta hissa hvað þetta er lítið áberandi í umræðinu, því að það er náttúrulega töluvert frétt
Þetta var ekki einu sinni rætt. Já. En þú nefnir að Ísland sé í rauninni eina ríki þar sem stjórnvöld vilja sko halda þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja viðræður til að sjá hvað kemur út úr þeim. Svo vitna sér í þetta orðalag. Frekar en hafa svona samfæningu eða lokamarkmið, sko. Það er náttúrulega víst í það sem að menn kalla í daglegu tala að kíkja í pakkan og allt þetta. Getur útskýrt bara hlustum hvað felst í þessu? Þetta hefur ekki verið gert svona áður? Það er ekki alveg rétt, sko. Norðmenn voru í aðildarviðræðum 93-94 og að hluta til var þetta þeirra stefna norsku ríkisstjórnarinnar að sjá hvað, láta reyna á ákveðna hagsmuni sem lutu að sjávarútvegi og byggðamálum og niðurstaðan var svo að Norðmenn gátu fengið undanþágur en bara tímabundnar. Og þegar samningurinn var lagður fyrir í þjóðaratkvæði í nóvember 94 minni mig, þá var hann felldur. Og hann var kolfelldur einmitt í byggðunum í Norður-Noregi og það sem að þetta snerti fólk mest. Vegna þess að þó að menn horfðu á framan í undanþáguna, þá voru engar tryggingar, það voru ekki varanlegar, þetta voru ekki varanlegar undanþágur. Og það var það sem að fólk lét fara í taugarnar á sér og felldi samningin. Ég tek nú samt fram að hann var ekki felldur alls þar í Noregi, hann var naut mikið stuðnings á Osloarsvæðinu. Þannig að þarna var svona skipting milli þéttbýlis og dreifbýlis og Norður-Noregs og Suður-Noregs. En andstaðan í byggðunum og annars staðar, hún dugði samt til þess að fella aðildarsamninginn. Það er annað sinn sem að Norðmenn hurfu frá tilraun til að komast inn í Evrópusambandið. En þetta með að sko þessa tímabundu, að því bara þannig að fólk gerir sig grein fyrir þessu, þessa tímabundu undanþágur. Þetta er það undanþágur til að þú farið að bara frest til að innleiða allt regluverkið, eða ekki svona einfalda myndin? Nei, ég meina þú hefur þú farið undanþágur en hún gildir bara í ákveðin takmarkaðan tíma. Hún kannski gildir lengur og kannski er hún ekki dagsett en af því hún er ekki varanleg, heldur tímabundin, þá er hægt að breyta henni. En þá kemur að því sem að er enda nefnt í meirihluta áliti utanríkismálanefndar Alþingis, meirihluta áliti á þjóðaratkvæðagreiðslunni að það er leitast við að fá samning sem væri þess eðlis að hann myndi þróa frumrétt Evrópusambandsins. Jú, gott og vel. Aðildarsamningur er í sjálfu sér þáttur í frumrétti Evrópusambandsins. En hvað undanþágu var það, þá er það koma mjög skýrt fram, það er að tala afar skýrt í þessum málum, það vantar til dæmis í meirihluta áliti utanríkismálanefndar að það er tvennt að ræði þessu. Þú getur fengið undanþágu, við erum að tala sjávarútveginn. Undanþágu sem á ensku og í orðaforði Evrópusambandsins heitir opt-out. Það er að segja að þú ert ekki með. Þetta er eins og Danir fengu opt-out frá evrunni til dæmis. Mjög fáar svona undanþágu til. Og hún er, það þarf ekki eins og að segja að aðildarsamningi hún sé varanleg, opt-out er varanleg. Viðkomandi stefna, bandalagsins næri ekki til þín. Þannig að það þarf ekki að ræða varanleika eða ekki. Síðan eru önnur tegund, hún heitir á ensku derogation og það eru tímabundnar undanþágur. Það er möguleiki að hafa þær varanlegar og fá þær inn í aðildarsamning sem slíkan og þá eru þær partur af frumrétti Evrópusambandsins. En þá verður það að standa alveg bókstaflega í aðildarsamningnum að þetta sé varanleg permanent derogation sem er mjög sjaldgæft, Þannig að þetta eru atriði sem skipta feikilega miklu máli þegar við erum að tala um undanþágur, hvort það eru varanlegar eða með þessum hætti eða ekki. En þetta er, það er að breyta þeim, ef það er ekki opt-out eða permanent derogation, þá er hægt að breyta og menn er ekki að tjálta til einn á nætur þegar þið gerast aðilar Evrópusambandið, það er að hugsa langt fram í tíman og gera ráð fyrir hinn og óvænta og allt það. Þannig að mér finnst vantað upp á skýrleika í stefnunni hvað þetta varðar. Skýrleika hjá íslensku stjórnvöldu þá vantarlega. Hvað finnst þér vantað í þessu? Já, til dæmis þarna í þessu tilviki vantaði algjörlega og les meirihlutaálit, það stendur orðið varanlegu kemur hvergi fram. Ég gera engan greinamun á þessu eins og ég var að gera á derogation eða varanlegum undanþágum og þessu opt-out eða vera ekki með.
Þannig að þetta er lykilatriði, sko. Þetta er ekki aukaatriði. Nei, ég átta mig á því. En texti meirihlutaálit fjallar augljóslega undanþágu, það er ekki milli mála. Og mikilvægi sjávarútvegs og það, en eins og ég segi, það þarf að tala skýrt þetta. Það skiptir gífurlega miklu máli hvað þú ert að tala eins og ég var að útskýra. En sko, þú leiðir þetta með að ég er að oftúlka greinina, en greinarnar sem ég er að vísa í, að þú svona gengur svo langt í rauninni að segja að það sem er útilokað ESB fallist á þessa varalega undanþágu fyrir Íslandi í sjávarútvegi. Er það rétt mat? Ég segi beinlínis að það sé engin fordæmi. Já. Ég segi hins vegar í heiti greinarinnar að sérstaða Íslands útiloki að líkindum. Líkindum, ég uppla mitt ennú ekki, fullir of mikið. Og síðan að útiloka líkindum aðild að ESB. Síðan er greinin, og þetta er ekki fyrsta sinn sem ég er að skrifa, þetta er 4. eða 15. grein, þá eru þessi líkindi dregin fram. Og þau eru meðal annars að síðast var ekki einu sinni rætt málið. Það voru aldrei samningaviðræður í síðustu aðildarviðræður sjávarútveg. Aldrei. Það hófist ekki. Getur útskipt fyrir hlustundu bara hver er þessi sérstaða? Þannig að fólk áttu að í hverju felst hún sem gerða verkum að líkindi séu með því að við fáum ekki þessar undanþágur? Já, sérstaðan er náttúrulega bara svo að þjóðhagslegt mikilvægi sjávarútvegs er miklu meira á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu. Það munar ekki alveg tölurnar, sko, en það er innan við 1% í Evrópusambandinu og við erum einhvern kannski 15%. Þegar þannig mikilvægi greinarinnar þjóðhagslegt, síðan þú tekur sko útflutningstekjur, þá erum við 30-40%, sko. Þannig að þetta er náttúrulega algjör sérstaða. Hvað Íslands samfélag er háð sjávarútvegi. Og vinn ekki margir við þetta, sko. En að því að Ísland er náttúrulega nútíma þjóðfélag og flesti vinna í þjónustustörfum og hjá ríkinu og eitthvað svona. En þegar þú skoðar gjaldeyris heildar útflutningstekjur og líka hlutfalla af þjóðarframleiðslu, þá er bara himinn og haf á milli talnana hjá okkur og talnana hjá Evrópusambandinu. Þannig að sérstaðan er algjör. Þetta er líka eins og ég er útskýrað í held síðustu greininni að sko það er þetta kallað þetta tilvistarhagsmuni Íslands. Ég er ekki svo varnamál, þetta nálgast það að vera tilvistarhagsmunir. Það heitir á ensku existential interest. Hvað værum við án þess að hafa þetta? Skilur þannig að bara punkturinn þetta er feikilega mikilvægt fyrir Ísland, þjóðhagslega, í tölum, augljósar tölur, og mikill er meira að segja sko vægt til orðateki þegar þú berð þetta saman við Evrópusambandið. Reyndar með þeim fyrirvara í sumum ríkjum Evrópusambandsins skiptir sjávarútvegur miklu máli á vissum stöðum og það er oft talað um að við séum eitthvað stórveldi í sjávarútvegi og svo frá. Það er sjálfur sér rétt, en það má ekki gleyma því að í Evrópusambandinu eru risastórar útgerðir, risastórar, og þessi fiskveiði ríki eins og Spánn, Portúgal, Danmörk, Holland, þetta eru mjög stóri aðilar í fiskveiði. Og að því að maður tala um sko möguleikan að ná niðurstaðan er ekki komin undir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Hún er komin undir þessum 27 ríkjum sem eru í Evrópusambandinu. Þar á meðal þessum ríkjum sem ég var að nefna. Sem hafa þessi hagsmuni og við sáum fengur að spjörta því í sumar þegar var umræðandi hollenska þinginu. Já, þannig að í Evrópusambandinu eru mikilvægir hagsmuna eða bara sterkir hagsmuna aðilar sem að hafa mikið að segja þetta. Alveg burtséð frá einhverju tölfræði heildar mikilvægi sjávarútvegs fyrir Evrópusambandið. Og þessi fyrirtæki með þetta allstaðar þau myndi beita sér náttúrulega á sínu stjórnvöldum. Það er þingmenn á Evrópuþinginu frá þessum ríkjum og svo framvegis. Og það gerist ekki neitt. Hvert einasta skref í aðildarsamningi þarf samþykki allra aðildarríkjanna, allra 27. Þannig að ekki gleyma þessu, að vanmeita þetta. Bara, en síðan verðum við líka að horfa á það, eins og ég verið að skrifa, að sko hvað snýst Evrópusambandið. Það gerist ekki í þessu máli nema Evrópusambandið gefið, menn við þurfum ekki að gefa það er Evrópusambandið, það er þrautaganga fyrir Evrópusambandið að standa í sin ekki okkur, sko, ef við út í þetta farið. Og að sko Evrópusambandið hvílir á grundvallar prinsipum og langri sögu sem að snýri það hvernig allir þessi prinsip urðu til og margar ákvarðanir og málamiðlanir og erfiðleikar í sambandinu en þeir eru komnir á þennan stað
Og hvað snýst þetta? Jú, þetta snýst það að megin atriðin eru samþætting og samleikni. Og þannig nánara alþjóða samstarf en þú finnur nokkuð staðar. En þannig líka það hefur líka ákveðin einkenni sem kalla á það að aðildarríkin hafa lagt töluvert á sig og afsalað sér hlutum. Þannig náttúrulega fullveldis afsal sem þekkist hvergi annars staðar. Af hverju? Jú, af því það nauðsynlegt til þess að halda þessu gangandi, til þess að viðhalda prinsippunum og einingunni þetta. Og þannig að sko, Evrópusambandið í stuttumáli ekki gert fyrir sérstöð. Það er þvert á móti gert fyrir meiri samvinnu og samþættingu, samleikni og svo framvegis. Sérstaða ekki það sem þeir eru gerðir fyrir og hefur ekkert með þá að gera eitthvað ílgirðin, þetta bara þetta þeirra saga, þetta er einkenni þessar samvinnu og ef þú ætlar að fara að rekja þetta upp þá segja ekki ég, akkur hann en ekki ég, skilur. En hefur þessu sjónarmið Íslendingar eitthvað sem ég get ekki fengið. Þessu sjónarmið hefur svolítið unnið ásmegin kannski síðustu áratugum, ég ætla ekki að fara að rekja alla sögu Evrópusambandsins, en þetta er ekki endilega það sem var lagt upp með þegar stál- og kólabandalagi var kóla- og stálabandalagi stofnað sínum tíma. Evrópusambandið verið til eftir kaldastríð og vegna þess að kaldastríðinu lauk. Það var algjör lykilforsenda fyrir tilurð Evrópusambandsins og þá opnast möguleikar fyrir þessa samvinnu sem voru ekki til áður, sameining Þýskalands og svo framvegis, það var lykilforsendur. Og þá líka breytist Evrópusambandið úr svona viðskipta samvinnu í grundvallaratriðum og atvinnugreina samvinnu eins og sjávarútvegsmálum og innri markaður og allt þetta yfir í sko að Evrópusambandið verður sko svona miklu meiri aðili að alþjóðamálum, alþjóðakerfum, það var meiningin sko. Og eina afleiðing þess sko, það er ekkert hægt nema við höfum eigin gjaldmiðil. Þess vegna er evran til. Hún var reynda til fyrir algjörða pólitíska tilvíðan sem við vartum að Helmut Kohl sem það var kanslari Þýskalands og hafði mikla valdastöðu, hann neitaði þýskum almenningi að greiða þjóðaratkvæði evruna. Það eru allar skoðanakannanir sýnt að þetta hefði alveg verið fellt í Þýskalandi. Þannig að það er nú önnur saga, en ég bara segja að þetta er alltaf fyrirbæri en efnahagsbandalagið sem þar að fara. Og vonirnar hafa staðið til þess að Evrópusambandi verði á sama stalli og í sko alþjóðamálunum, Bandaríkin og Kína, Brasilía, Indland. Og ennþá náttúrulega er stemt að þessu en dálítið svona brokkgeng stöldum aðeins við þetta, hversu raunhæft er það að Evrópusambandi verði á pari við þessa sitji við þetta borð? Þá segja margir sko, það er frekar en þá bara ríkin, Þýskaland og Frakkland og Bretland og Bretland ekki ESB lengur en sko það er raunhæft í sjálfu sér, þetta eru 450 milljónir manna og sum auðugustu ríkin heiminum eru þarna og mjög öflug og öllu leyti. En það er ekki nóg. Við þurfum að ná saman, við þurfum að tala með einni röddu og það þarf að verða, ég nefndi orðin áðan, samþætting sem heitir integration á ensku. Það þarf miklu meiri integration og miklu meiri sameiginlegri utanríkisstefnu. Þeir eru náttúrulega ekki með öryggismálastefnu sem heiti getur. Þannig að allt þetta hefur látið á sig standa og Evrópusambandi enn og aftur stórt og voldugt fyrirbæri en ekki leikandi í þessum skilningi á pari við Kína og Bandaríkin. Það var svolítið spurningi sko, eru þeir leikandi í þessum leik sko? Ekki ennþá. Og þá er líka talað sko að evran, það sé alveg óþekkt í sögunni að það hafi verið til gjaldmiðl einhverja margra ólíkra ríkja. Þetta sé veikleiki, margoft rætt. Þannig að þetta er svona sem þið standa frammi fyrir og þó ekki því að eftir því sem þeim fjölga meira aðildarríkjunum þá dregur úr líkunum á því að þið náu samkomulagi þær stóru ákvarðanir sem þetta sem ég er að tala myndi kalla á. Já, það var svona eiginlega mín næsta spurning sko, því þú var náttúrulega bent á það þú veist að ríki sem að önnur umsjónaríki ESB svona það sem Halldór Benjamin kallaði gestalistan henni voru, ég stundu vitnaði í þessa grein sem hann fjallaði það eru ríki að koma inn sem að hafa mikill hagsmuna að gæta og
svo veist, hvað það öryggisleysi, fátækt, skortur á almennilegri stjórnsýslu, markaðsaðgengi og svo framvegis. Þú veist, þetta eru, já, á þess að hljóma hrókafell, sko, þetta er ekki ríki sem eiga mikla samleið með okkur hvað þessi mál varðar. Þú veist, þannig að þetta er einhvern veginn... Nei, eitt af því sem ég hef gert er að gera einmitt samanburð á okkur og umsóknarríkjum í sögu Evrópusambandsins, það var til 1993. Já. Og þá kemur í ljós, sko, að þetta er náttúrulega fyrsti hópurinn, og svo stóri, sem voru fyrrverandi kommunístaríki. Já, já. Eins og ég nefndi, kalda stríðinu er lokið þegar þetta kemur. Og þá opnast möguleiki fyrir þessi fyrrverandi kommunístaríki í Austur-Evrópu, Mið-Evrópu og síðar, núna er það komið niður á Balkanskaga, að komast inn í Evrópusambandið. Og þessi ríki er að sækjast eftir aðild til þess sko að verða lýðræðisríki, réttarríki, þetta er svona grundvallaratriði sem þeir standa frammi fyrir og fá auðvitað skjól í Evrópusambandinu. Þeir horfa austur og hvenær komið sér Rússar aftur upp og svo hefur reyndar aftur orðið því vandræða og þannig að og svo er náttúrulega að horfa til þess að fá aðgang að markanum, Evrópusambandsmarkanum og fjárstuðning sem þessi ríki hafa fengið mörg hver í miklu mæli og til að byggja innviði og fleira. Þannig að með öðrum orðum þarna eru svona skýrir grundvallar hagsmunir að baki. Það er það sem samanburðurinn leiðir í ljós. Svo er það undanþágur sem heita Svíþjóð og Finnland. Já. Sem þurfa augljóslega ekki að fara í Evrópusambandið þeim ástæðum sem ég var að nefna. En gera það enga síður? Já, en það var ein dálítið brýn ástæða sem þeim fannst og það var að kalda stríðinu var lokið, sem ég er búinn að nefna og þá var möguleiki á því að láta af hlutleysisstefnunni og fara inn í Evrópusambandið til að styrkja svona almennt stöðu sína, svo fóru þið nú í NATO eftir innrásina í Úkraínu. En þú lætur auðvitað af hlutleysisstefnu þegar þú ferð í Evrópusambandið og þeir gerðu þetta, 93-94 eru þeir að fara inn, Finnar og Svíar. Og svo annað sko, sem samanburður leiðir í ljós, að í Svíþjóð og Finnlandi, þar sem þessi hagsmunir sem ég nefna á það að verða lýðræðisríki, réttaríki átt það, þar sem þeir ekki til staðar, það er stuðningurinn við aðeins miklu minni. Þannig 70% í Pólandi sko. Já. En það sem náttúrulega óttinn við Rússa er mikill, sögulegur og allt það. Og saman með Eystrasaltsríkin. Þannig að þá spyr ég sko, hvaða er einhverjir álíka hagsmunir hjá okkur, svona grundvallar skýrir hagsmunir sem flesti geta orðið sammála eru þetta staðar? Ekki með þessu upptalningu? Nei, og svarið er náttúrulega nei, það vantar. Og ég held að baki sko að halda þjóðaratkvæði, það er ekkert ríki gert það. Þjóðaratkvæðin hvort eigi hefja aðild að það er ekkert ríki, það hefur verið einhverja vitleysurum að Sviss, eitthvað annað, það er alls ekki sambarlegt dæmi. Og af hverju, það vantar einhverja, ég farið rauk við því þessum greinu mínu, það vantar einhverja sannfæringu í málinu, það vantar einhverja skýra hagsmuni, svona ala sem Austur-Evrópuríkin voru með og jafnvel Svíar og Finna sem að kalla á aðild. Hér hefur umræðan verið vexti og verðlag. Mjög undarleg umræða. Fyrsta lagi náttúrulega kemur það ekki til sögu, sérstaklega ekki vextinni, fyrir það komið í evruna eftir einhver ár og þá þarf að breyta allir heima fyrst og ná samkomulagið það á vinnumarkaði og hvað sko, eins og þetta Seðlabankinn okkar hefur bent á. Hefur hann ekkert með aðildarviðræður að gera? Nei, og kemur ekkert inn í aðildarviðræður. Evruaðild er ekki verkefni aðildarviðræðana. Það er auðvitað verkefni aðildar í þeim skilningi að þú kemst ekki inn í evruna nema þú verður að því að klára málið auðvitað. En þannig að þessi samanburður, hann leiðir finnst mér þetta í ljós og ég held að ein ástæða þess að hér er boðað til þjóðaratkvæðis og þarf að gera það, hefur ég skoðað. Eins og skoðanakannanir sína, þetta er nú aldeilis ekki mikið samstæðum þetta mál í samfélaginu og ég held að það sé vegna þess að það bara er ekki að reyna af hverju við þyrstum aðild. Það var að reyna þessu ríki sem ég var að nefna áðan, ákveðin svona skýrir hagsmunir sem í rauninni ekkert umdeildir sko, nema í Svíþjóð og Finnlandi til að taka það,
þannig að það vantar eitthvað í þetta. Þess vegna held ég að við séum sko þetta einstaka ríki sem þarf að hafa þjóðaratkvæðum hvort þið að fara í viðræður. Já, sko, ef það vantar eitthvað í þetta og þú veist, þá einhvern veginn óljós hverjir, sko, við höfum að rætta þessum samningamarkmiðin, sko, samningsmarkmiðin, hver þau eru nákvæmlega og hvað við erum að fara að biðja þú veist, hvað þess að viðræður að snúa, sko. Já, ekki það er það augljóst, sko. Það snúast sérstöð Íslands, eins og ég var nú að nefna á það. Og þú nefnir samningsmarkmið, það verið gagnrýndur utanríkisráðherra eða ríkisstjórnin fyrir að koma ekki fram með skýr samningsmarkmið. Ég hef tekið undir þessa gagnrýni og þá átt við, sko, ég var að tala á þannig um þetta varanlegar undanþágur og þetta opt-out og allt það. Þetta er aldrei sagt, aldrei. Það er talað um forráð og yfirráð í sjávarútvegsmálum og auðlindamálum, en það geta nú reynst dálítið teygjanlega orð, sko. Þó að orðabókin segi alveg skýrt hvað þetta þýðir. Yfirráð ekkert, það engin vafi í orðabókinni hvað það þýðir. En í samningatækni, ég hef dálítið komið nálægt samningum í gegnum tíðina, það er þetta gerímislegt sem kalla það svo yfirráð. Í samningatækni og í alþjóðakjörnum getur þetta verið mjög teygjanlegt. Þannig að, sko, og ég hef ekki skilið alveg þessa tregðu til að bara segja það hreint út. Við þurfum þetta og við þurfum þetta og þetta til þess að þetta gangi upp. Vegna þess að það er bara eðli samningaviðræðna. Þú opnar með einhver opnuna með einhver markmið. Ekki svo, við gerum það í landhelgisdeilunum eða hvað það er, sko, og síðan byrjað á samningaviðræðum. Nú ef að það kemur á þann punkt að þú þarft að fara að gefa eitthvað eftir, nú þá hringt heim, hvað það er, haft samráð heima fyrir það. En punkturinn er þessi, sko, samningsmarkmið í öllum venjulegum samningaviðræðum, og þetta er náttúrulega bara venjulega samningaviðræður sem eru framöndan ef þetta verður samþykkt, að í öllum venjulegum samningaviðræðum eru markmiðin ekki leyndarmál. Það sem við erum haldið leyndu, það er hvað þú ætlar hugsanlega að gefa eftir í samningunum. Það gæti þurft að hafa yfir leyndir og yfirleitt er það nú. En þú segir ekki mótvæðan frá því. En markmiðin líka fyrir. Það er ekki leyndar. Ættu að vera opinber. Já, þannig að ég hef ekki skil. Ég minnst þetta óþarfi að þessi stigð sem kemur að hins utanríkisráðherra þegar hún spurði þetta síðustu viku. Þetta er bara óþarfi. Þetta er bara eðlileg vinna í öllum samningaviðræðum. Allir viti hvað þú vilt og síðan ferði í samningaviðræður og þá kemur kannski í ljós einhver er eftir gjafir eða eitthvað þannig og það er erfitt að gefa eftir forræði og yfirráð en það er svo önnur saga. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju má ekki bara segja hreint út hvað þetta snýst og það er ekki gert. En ef við gefum okkur umræðuna vegna að samningsmarkmiðin séu ljós sem við eru endur ekki en segjum að þau snúist þessi varanlegu yfirráði yfir sjávarauðlundum. Já, varanlegu undanþágur. Já, og þá væntanlega orkuauðlundum líka, menn ætla ekki að fara að undanskilja eina auðlinda. Já, það er svona mál sem við ættum að kannski taka upp á eftir. Já, sem við höfum ekki rætt hér ennþá. En ef að markmiðið er að Ísland hafi full forráð yfir þessu til lengri tíma. Ég ekki að fá svör frá Evrópusambandinu í dag það hvort það sé hægt eða ekki. Ég sagði það í einnig greinni, sko. Ég var nú einu sem fréttamaður, sko. Og þú veist, þú hefur verið sem sendiherra og unnið var í forsætisráðuneytinu. Þetta snýst allt að afla upplýsinga, sko. Ég var alltaf búin gekk alveg ágætlega að afla upplýsinga. Ef ég var í fréttamaður, var ég með fullt af símanúmerum og kontakta og væri búin að minnst að fá eitthvað meira en hefur komið fram þetta. Já, menn hafa verið spurðið. Ég minna franski utanríkisráðherra spurði hér þegar hann komið til hans í sumar og hann sagði bara, já, við þurfum bara að sjá hvað kemur út af viðræðum, sko. Hann svaraði engu, sko. Nei, þú veist, þetta er svona skiljanlega, sko. Hann náttúrulega lætur ekki setjast í þá stöðu, en bara enn og aftur. Eðlilega samningaviðræður snúast það að menn viti hvað er alltaf að gera og hvað er alltaf að biðja mótaðilanu. Það er ekki leyndarmál. Við getum fundið fullt af dæmum og síðan hefjast viðræður. Bara til að hafa það alveg á hreinu, þetta með að kíkja í pakkan, bara þú endurtökum það eins, það snýr ekki að verðbólgu og vöxtum og gjaldmiðli, það snýr að regluverki í Evrópusambandsins og hvaða undan þá við fáum eða fáum ekki. Varanlegar eða tímabundnar. Sérstaða Íslands er svo mikið, augljóslega, það er ekki deilt um það, sko, það er engin tregða að lýsa því yfir, þvert á móti, ráðherrarnir tala mjög skýrt um það. Og það Evrópusambandið þurfa að mæta þessari sérstöðu, taka tillit til hennar sem við teljum okkur þurfa. Þá saknaði þess að þess ekki tala nákvæmni og skýrleika hvað þarf til að við getum sagt, já, nú er búið að taka tillit til okkar sérstöðu og hún er bara til að ítrekka það. Þetta er verður, þetta er raunin eina sem þetta snýst
þó að það þessu, og þannig að sko 2013, 2011-12, rosa skrítið sko að mánuðum saman málið ekki rætt, sjávarútvegsmálið ekki rætt í þessum viðræðum. Og það kemur aldrei upp á yfirborðið hér. Ég reyndi að bjó í útlandum en ég taldi við nú fylgjast sæmilega með sko. Þannig að þetta eitthvað svona makk. Var bara verið að íta vandan og undan sér eða hvað? Já, það var náttúrulega greinlegt sko. Það gerðu báðir aðilar. En allavega, það hófist aldrei neina samningaviðræður sjávarútvegsmál. Stóra málið sem átti að fá forgang. Það var allra mati og aftur núna að fá forgang. Ræða það fyrst. Ekki halda áfram nema þessum fá botni í það. Þetta var bara ekkert gert á þeim tíma. Þetta var bara látið malla og það er að tala tollamál og skattamál og eitthvað slíkt sko. Já. Það er, eins og segja, við höfum ekki rætt orkumálinu. Ég finnst að eina spurningu viðbútt varandi sko sjávarútvegina því að við getum talað yfirráð yfir lögsögun okkar og okkar fiskveiðistjórnarkerfi og allt þetta. Erlend eignarhald á íslensku sjávarútvegsfyrirtækjum. Það er þá annar vingil sem að hefur kannski ekkert verið rætt um það kemur alveg skýrt fram í mögulegt erlend eignarhald sem er alltaf bannað í dag. Það kemur alveg skýrt fram í framgangsskýrslum framkvæmdastjórnarinnar þegar síðustu aðildarviðræður voru í gangi að það þarf að breyta þessu. Alveg eins og við þurfum að taka yfir sjávarútvegsstefnuna. Þetta er alveg skýrt sko. Þetta er ekki einhverju leynipapíra finna þetta á netinu. Og þar kemur það fram Íslendingar eiga eftir að aflétta þessum takmörkunum og eignarhaldi. Og nú skal ég nú taka fram sko að þetta er ekki sko, þetta heitir sko að setja takmarka frjálst flæði fjármagns sem alls ekki í lagi sjálfu sér sko. Og við Íslendingar höfum ekki þá stefnu en þá bara enn og aftur sérstaða sjávarútvegsins algjör sérstaða sjávarútvegsins þjóðhagslegt hagkvæmni, þjóðhagslega mikilvægi segja kallar á það að við gerum eitthvað sem að í grunninn okkur finnst ekki skemmtilegt sko. Að banna erlendar fjárfestingar. Það er ekki bannað reynda, þetta er takmörk. Já. Það er ekki bannað, en skýringin er svo að menn vilja ekki missa þetta úr landi í gegnum, stundum við talaðum kvótahopp. Bretar gerðu mikið af þessu þegar þau voru aðilar að reyna að komast undan þessu án þess að nota svona löggjöf eins og við gerum, sko. Og það gekk aldrei neitt. Og það voru búnið, það veist ykkur að sérstök tengsl viðkomandi lands við útgerðina og eitthvað slíkt sko svona marga áhafna meðlimi en þetta bara stóðst aldrei og Bretarnir gekk ekki upp hjá þeim sko. Skiljanlega því að annarkort bara stoppar svona eða ekki það er eins og ég segi, lendfaka það þetta er ekki gaman að vera með svona nútíma samfélag að vera með bann við einhverju sko, bann við fjárfestingum það er ekki sniðugt En skýringin er þessi og ástæðan liggur í þessari sérstöðu og þessu þjóðhagslega mikilvægi og ég tala á hann við hægt að tala tilvistarhagsmuni eins og bara í öryggis- og varnarmálum. Já, við erum alltaf búin að tala töluvert sjávarútveg í því samhengi en mætti falla landbúnað og orkumál undir sama hatt? Sko, landbúnaður er nú flóknara mál sko. Það er alveg augljóst að landbúnaður á Íslandi er afskaplega viðkvæm grein. Og dýrahaldið og þetta kallar auðvitað á undanþágur sem Evrópusambandið mun eiga erfitt með en ég myndi samt halda að þarna sé miklu meira svigrúm en hvað var það sjávarútveg en ég vil ekki segja mikið en það er ekki farið í gang. Það var aldrei teltur neinar samningaviðræður í sjálfu sér landbúnaðinn síðan sko, það komst aldrei á það stig og náttúrulega dýraheilbrigði. Var það pakki sem menn vildi ekki opna þá heldur eða? Já, það tókst ekki opna. Það var kapli. Já, það var sko, gegnum aðeins lengra heldur en sjávarútvegurinn en það fóru engar eiginlegar viðræður, samningaviðræður í landbúnaðinn í gang. Og þarna er eins og þetta er dýraheilbrigði mjög viðkvæmt. Nú auðvitað líka tollvernd sem landbúnaðurinn hér vill halda í. Deilaðum það auðvitað og er umdeilt en það breytir ekki því að landbúnaðurinn hér er náttúrulega bara einhver dropi við hliðina á landbúnaði Evrópusambandsins. Að staða íslensk landbúnaður er bara í grundvallaratriðum veik þegar kemur að aðild að Evrópusambandinu. Og svo svona sérmál eins og dýraheilbrigði og Já, og er ákveðlega rakið í þessari nýju skýrslu sem að Bændasamtökin var að gefa út. Þeir fara bara yfir þessa veikleika sem að þeir hafa áhyggjur af að þeir eru undir eða kemur til aðildar að Evrópusambandinu og það eru skiljanlegar áhyggjur. En orkumálin, er eitthvað sérstætt sem við þurfum að fara yfir þar? Sko, orkumálin, það er ekki undir í aðildarviðræðum, orkumálin sjálf. En sko, það er annað mál sem tengist orkunni.
það heitir loftslagsmál Já, og loftslagsstefna. akkurat. Og þá verður að byrja á byrjunni, sko, og hún svona, það er himinn og haf, milli stöðu Íslands og stöðu ESB í orkumál. Og það birtist í því að á Íslandi 80% af orkunotkun Íslendinga kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Þetta hlutfall 25% í Evrópusambandinu. Og þetta ýmiss konar afleiðingar. Fyrsta afleiðingin þessi sko að loftslag og orka, þetta er bara svona. Nákvæmlega. Já. Og loftslagsstefnan snýst það að minnka losun svo kallara gróðurhúsalofttegunda sem flestir þekkja nú þetta hvað er. Það er sem kemur frá bruna og jarðefna, kol, olía, gas. Og þessi loftslagsstefna er náttúrulega mótuð út frá því hversu lágt hlutfalli er meðal ríkja Evrópusambandsins. Já, og svo þetta náttúrulega, þetta á alheimsvísu, þessi loftslagsstefna, gengur mjög illa reyndar á alheimsvísu og treglega, og ástæðan er svo að þetta er alveg feikilega dýrt. Og ekki bara í peningum talið, bara velta fyrir þér bara hegðun fólks og hvað þú ætlar að gera í tilverinu, þetta snertir þið með öllum hætti. Og ef þú tekur, sko, ef þú ert Indverji, hvað langar Indverji? Meðal Indverji, hann langar náttúrulega margir Indverjar hafa það góðan langar, en betra líða langar í borða meira kjöt og þau verður að fá loftkælingu heima hjá sér og framvegis. Þetta kallar alltaf mikla orku og eina orkan sem er til er jarðefnaeldsneyti. Og eini skilvirki orkugjafinn fyrir heiminn er jarðefnaeldsneyti. Alveg svona hver segir, sko. Og það er engin breyting á statistikkinni hvað það varðar í heiminum. Og bara til að taka það fram, sko, ég er ekki einn af þeim sem ég efast loftslagsbreytingar, alls ekki. Og eða hlýnun jarðar eða ég þurfi ekki að taka á þessu, alls ekki. Ég er hins vegar á þeirri skoðunu, ef við skrifa greinar það líka, að sko alþjóðakerfið eins og það er útbúið og gert, það ræður ekkert við þetta mál. Þetta er allt of erfitt pólitískt vegna þessa kostnaðar sem ég er að tala um. Og þannig eina leiðin út úr þessu er í gegnum tækni og vísindi. Og ekki ómerkari maður en hinn eini sanni náttúruvinur, Attenborough. David Attenborough, já. Hann var með fyrir 10 árum, hann var með hugmynd sem hét Apollo áætlunin í loftslagsmálum, orkumálum. Apollo er Bandaríkjamenn ákvað að fara til tungsins, það var Apollo áætlun. Flestir tengja það til að vera. Já, setjum nú peninga í þetta og gerum þetta. Og það var ákall frá Attenborough og fólki sem hann safnaði kring að ríki heims, í rauninni framlag þeirra til þessara mála yrði að tryggja það að fengist það fjármagn sem þyrfti til að leysa þetta vísinda og tæknilega og stöðva hlýnun jarðar. Já. Og svo er ekki með regluverki og sköttum sem er leiðin sem menn hafa reynt að fara hingað til. Svo ég dreif mjög einfaldum mynd. Það kostaði ykkur að skatta. En það er önnur saga, en sko viðleitnin sem er í gangi, vissulega, í þessu veru, er í kjarnorkunni. Það er að segja þessi fusion, ekki glúatómið, fusion. Og þá býrðu til rauninni sólina bara og endalausa orku. Þar með bara málið úr sögunni og pólitískar hindranir skipta engu máli og eða skattar eða hvað það er, skilur það. Þú breytir bara eðli málsins. Þannig ég á eina af þeim sem segir þetta er einn leiðin út úr þessu. Heimspólitíkin, alþjóðakerfið mun aldrei nokkuð tíman ráða við þetta mál, en það gerur það ekki núna. Því að það þarf ekki bara að ná einhverjum samkomulagi í París eða hvað það er, heldur það þarf að ná samkomulagi hvernig það var að skipta, dreifa byrðunum af þessu, kostnaðinum og svo framvegis. Og það er í uppsiglingu viðskiptadeilur út af þessu. Þess að Evrópuríki til dæmis segir skiljanlega, við getum ekki sett einhverja reglugerðir og hvaðir á okkar fyrirtæki vegna loftslagsmála sem er ekki gert í Kína eða Indlandi eða Brasilíu eða hvað það er. Er of einföld mynd að segja að hinn vestræna heimur hafi tekið reikningin fyrir þessu hingað til? Miklu leyti, já. Miklu leyti. Það er, með Evrópusambandi hefur náð töluvert langt sko í þessum rándýru aðgerðum, en fær samt þá einhvern sko frá einum varðhundinum í alþjóðakerfinu með þessum málum að ófullnægjandi framist það.
þáttur allt sem búið að leggja á sig og svo bættist við kannski allt og mikið um þetta en þeir erðu náttúrulega mjög stóra öskuhauga og mengunarhauga þegar kommunismin hvarf í Evrópu. Já. En hvað er það? Bara málið er að... Já, við erum þá velta fyrir okkur spurningin bara hvernig á Ísland að taka þátt í þessu? Já, við erum þáttakandir í þessu, sko, í Parísarsáttmálanum. Já, ég veit ef við fyrir meira Evrópusambandið, hvernig ætlum við að vinna þetta með? Já, það er svo að segja, sko, að þetta er rosalega dýrt og pólitískt erfitt í öllum ríkjum. Og af því við erum eins og hátt hlutfall endurnýjanlegar orku, í okkar orkubúskap, þá erum við búin að tína ávextina sem eru neðst á trénu, sko. Við byrjum á 4. áratug, 20. aldar, að hitaveituvæða og svo líða áratugirnir og við förum í gegnum hitaveituvæðingu alls landsins og koma vatnsaflsvirkjanirnar á 7. áratugnum og þetta var gerbreytir hér allir. Og við erum alltaf að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, ekki sant? Já, en við getum mjög erfitt fyrir okkur að halda áfram að gera það. Og við erum jáfnfram mjög langt frá markmiðunum, sko, yfirlýstu markmiðum, mjög langt, get staðið okkur betur en aðrir í því og langt í frá. Svo má þetta gagna hversu raunhæf markmiðin eru? Já, en það sem ég ætlaði að segja er sko eina leiðin fyrir okkur til að uppfylla markmiðin. Við getum ekki fara að leggja togurum eða banna skemmtiferðaskipum eða hvað það er sko, eða hætta að fljúga flugvélum eða hvað það er. Við eigum ekki þessa kosti. Við ekki heldur þessa kosti að halda kolnotkun, eins og Evrópuríkin geta, auka kjarnorku, auka hlutfall jarðgass. Þetta er alls möguleikar sem að aðrir hafa en við ekki af því við erum búin að svo miklu. Svo myndi einhver segja, við leysum alveg mikið af gróðurhúsalofttegundum og Evrópuríkin. Það er alveg rétt, sko, per mann. En það er af því við erum bara með atvinnugreinar sem eru bara þannig og það er bara, okkar hagkerfi er bara svona að við breytum því ekki neitt út af málstað loftslagsins og annað líka að ef þú skoðar framleiðstöðu okkar miðað við framleiðslu þá erum við með þeim fremstu í heiminum vegna þess að við náttúrulega framleiðum svo mikið með endurnýjanlegri orku. Já. Þannig að fyrir okkur að fara í Evrópusambandið án undanþágu í þessum málum yrði mjög erfitt. Þá myndum við festast inn í rándýrri stefnu sem við erum ekki í Evrópusambandið, við getum bara hætt þessu sjálfur. Ég er nú búin að leggja það til nokkur greina, hættum þessu bara sjálfur, sem bara stoppum við þar til önnur ríki fara að nálgast okkur, fara að nálgast okkar hlutfalli í endurnýjanlegri orku. Þangað til bara gerum við ekkert meira. Sem væri skynsamlegast að gera. Jú, það var náttúrulega ekki góður undirtektir held ég, sko, en samt er að komið undirtektir í auknum mæli og sko við erum með 80% í endurnýjanlegri orku og sömu stefnu á aðrir. Og þetta skilur ekki. Ég fer mjög mikið að tala mörg 100 manns á ári eða meira á Rotary-fundum og Lions og þegar ég fer yfir þá segir fólk bara venjulega lýsing, hvaða vitleysa er þetta? Sko? Það skilur þetta enginn. Auðvitað eigum ekki að vera á sama stað og aðrir ef við erum ekki á sama stað og aðrir í orkumálum. Þetta fer saman orka og loftslag og við eigum að laga þetta. En í Evrópusambandinu, skiljanlega, er þetta stór mál. Og lykil þáttur í sáttmálum Evrópusambandinu, þetta er ekki bara einhver reglugerð, sko. Og það er ekki bara í loftslagsmálunum sjálfum, heldur tengist þetta atvinnumálum og viðskiptamálum og sjálfsímynd og svo framvegis. Þetta er allt mikilvægar ástæður fyrir Evrópusambandinu að segja, við getum ekki gefið róttækar undanþágur í loftslagsmálum. Hugsanlega geta þetta, ég veit ekki, en það er mjög erfitt. Svona hugtök eins og sjálfstæði, budvillisréttur, þetta er svona hugtök sem að vera meira rætt í sumar heldur en yfirleitt ekki gert á sumurinn. Sjálfstæði þjóðarinnar og allt þetta. Þú veist, hversu mikils virði er þetta ef maður veltir fyrir sig bara, maður horfir á, maður getur horfst svona stóra áfanga í Íslandssögunni, ICE-deiluna, landhelgisdeiluna, þú myndist svona þess að hann áðan, þú veist, auðvitað alls konar samningar sem við hefum gert ekki um tíðina, þú veist, hversu mikið, bara ef fólk að velta fyrir sér, sko, hversu mikils virði er fullveldi í þessum málum? Já, það er ekki myndið mála, fullveldisréttur er réð úrslitum að þetta í ICE. Við bara rauninni sagt, við erum fullvaldaríki og ætlum ekki að borga þetta. Þá fór það fyrir dóm, ekki dómstól, en úrskurðaraðilega. Og náttúrulega mótaðilarnir gátu höfða mál, bara á Lækjartorgi, Varnarþingi held ég sé þar. En það kom ekki til þess að því úrskurðaraðilinn eftir dómstólinn sagði almenningur í Íslandi á ekki að bera þennan á
ekki að borga þessar skuldir bankana. Þarna var náttúrulega bara fullveldisrétturinn nýttur. Það er ekki að tala við neitt þetta og við lágum undir miklum þrýstingi sem allir muna og ekki bara frá þeim beinum málsaðilunum, Bretum og Hollendingum. Kom þrýstingu víða Svíar og vinir okkar í Bandaríkjónu. Ég var nú sendið að Washington þessu örlega ríku vikur höstið 78 og ég veit alveg það. Þannig að þarna höfðum við betur í skjóli fullveldisréttarins og landhelgisfélagið náttúrulega jafnvel enn skýrara dæmi, langvarandi deilur og átök við þessuna vinaríki okkar út af þessu. Og já, vinaríki og bandalagsþjóð þá fullveldisréttur getur haft augljóst mikilvægi, en fullveldið tekur auðvitað breytingum og það hefur breyst og það er ríki sækja, það er orðastundu þannig, þú styrki fullveldið með samvinnu við aðra, skilur þú, það er betri tökum. Já, það var eiginlega svona næsta spurning, sko, þú veist, erum við að fórna, þú heyrir þetta jafnvel og ég, sko, það er að tala um að fórna fullveldi og allt þetta, sko, afsala fullveldi eða sjálfsákvörðunarrétti og allt þetta, sko, ok, þú gerir alþjóðasamninga og þú gengur í, þú veist, hvað svona NATO eða annað, þú gerir samgöðan við önnur ríki, hvort það er eitthvað samstarf margra ríkja eða samningu við einstaka ríki. Ertu þá að afsala þér fullveldi eða ertu að styrkja það, eins og þú segir? Já, þetta er náttúrulega ekki, sko, bara eitthvað venjulegt samstarf í Evrópusambandinu. Þetta er alveg algjörlega einstakt samstarf og eins og ég nefndi áðan. Og þá kannski ekki samanburðarhæftu önnur. Til að koma því í kring þá þarf fullveldisafsal. Það er bara ekkert flóknara en það. Og veita stofnunum Evrópusambandins yfir ríkjavald og þetta er alveg samstarf innan Evrópusambandsins. Stundum það er svona viðhaldinni og það þarf að passa ýmislegt, þess að láta Íslendinga ekki fá einhvað sem engin annar fær inn í sambandinu, skilur. Það býr til gagnrýni og enn og aftur öll aðildarríkin þurfa að samþykkja allt í samningu við umsóknarríki. En þannig að Evrópusambandið er ekki venjulegur alþjóðlegur aðili, alls ekki. Og ég er að tala sko, fullveldis, þú getur styrkt fullveldið þitt með allskyns samvinnu vegna þess bara að þú eigur möguleika. Útskýrðu þetta staðis betur því að það er fullt af fólki sem heldur að aðildina NATO og aðildina Evrópusambandið séu sambærilega þessu leyti. Nei, það er ekkert fullveldisafsal í Atlantshafssáttmálanum. Þetta á móti, sko. Ef þriðja heimsstyrjöldin hefði verið það byrjað að skella, þá er þú bara beðin að svona skoða möguleikana og hvað þú gætir hugsanlega gert og eitthvað svona. Það er engar grjótharðar skuldbindingar, það er ekkert yfirríkja vald í NATO, ekki til. Hins vegar náttúrulega styrkur NATO falinn í því að það var eitt ríki í NATO miklu voldur en öll hinn, Bandaríkin, sem gat komið í gegn ákvörðunum í krafti sinnar stöðu og ekki bara með valda brölti heldur vegna þess að Bandaríkin lögðu langmest allra til bandalagsins, varna Evrópu. En bara, fullveldi er fyrirbæri sem hefur þróast og það er ekki svona absolutt stærð, alls ekki. En í Evrópusambandinu, það er ekkert umdeilt, mér vitanlega með svona því, að þá láta menn að hendi töluvert mikið fullveldi. Vegna þess að það er ávinningur af því. En er EES-samningurinn einhvers konar afsala fullveldi? Því að nú er hann þróast, við erum rætt þetta einhvern aður þætti sko manni, ég minna EES-samningurinn er þróast með okkur hætti síðan 32 ár frá því að við gengum í EES. Er það sá það ekki fyrir hvernig það myndi þróast á þeim tíma en hann hefur þróast. Já. Er það afsala fullveldi eða hvernig? Eins og ég segi bara, sko, milliríkja samvinna felur í sér alls afsala fullveldi en þú lætur það ekki formlega af hendi. Þú í raun ertu að láta eftir fullveldi til þess að í samvinnu með aðra í rauninni að styrkja fullveldið og möguleika þeina. Og Evrópusambandið er algjörlega ólíkt því. Það sem var náttúrulega álitamál og held ég enn, sko, hvort það samningur stóð stjórnarskrána. En það hafði ekki það var aldrei alveg á hreinu að það væri í EES-samningnum slíkt fullveldis framsal að kalla á stjórnarskrárbreytingu, hún var ekki gerð og hann er nú búin að vera við líði áratugi og enginn hefur höfðað mál eða neitt og barið í gegn einhverja slíka ákvörðun að breyta stjórnarskráni hans vegna. En hann er svona, eðli hans er allt annað og svo er hann þá tveggja stoða.
kerfi, samningnum og endanlega valdið hér niður á Austurvelli. Já, það gleymist stundum í umræðinni. Já, Það gleymist stundum. Já, það gleymist sko. Við erum með fullveldisréttin niður á Alþingi, gagnvart öllum svokölluðu reglugerðar fargalínu sem dynur á okkur og það er hægt að segja nei. Það gæti haft afleiðingar auðvitað fyrir okkur, en við erum eftir sem áður fullvalda ríki. Já. Svo rétt í lokin kannski langar mig til að ræða hugtak sem að fleygt fram mjög reglulega í umræðinni og ég veit að þú heyrir líka. Það er að tala um breytta heimsmynd. Já. Að breytt heimsmynd kalli á það að við þurfum mögulega að skoða alltaf Evrópusambandinu, að við þurfum að meta hlutin einhvern veginn upp á nýtt. Hlutin hafi breyst, við getum ekki treysta Bandaríkin, Rússar auðvitað hafa sér fram eins og við þekkjum. Sko, er heimsmyndin svona mikið breytt frá því hún var fyrir 5, 10, 15 árum síðan? Sem þá í framhaldinu sko kallar á það að við þurfum að fara að taka svona stóra ákvarðanir eins og gangi Evrópusambandið. Ég sé ekki leysluna í því efni sko, beina tengingu milli breyttar heimsmyndar og okkar ákvarðana samskiptinu við Evrópu, spurninguna aðild hugsanlega að Evrópusambandinu. Sko, mestu breytingarnar á heiminum eru þær að Asía, Kyrrahaf er orðið þunga með alþjóðakerfisins og alþjóðamála og dregið úr vægi Evrópu. En við erum náttúrulega partur af Evrópu og ljóslega gífurlega hagsmuni í Evrópu. Þannig að, en sem kalli á að við skoðum aðild að Evrópusambandinu, ég hef ekki séð nein svona almenn rök sem eru færð fyrir þessu. Fara að snæða mæknum? Almenn rök og kannski það eina sem að má segja að hafi verið konkrétt í þessu málflutningi er að norðurslóðir hafa aukið mikilvægi og Ísland er nálægt norðurslóðum. Þess vegna ættum við að vera, ég skilst að röksendi, þá ættum við að vera eftirsóknarverðari en ella fyrir Evrópusambandi sko, ekki við, þannig að þá bara gleymist sko margt. Fyrsta lagi er engin gerbreyting orðin núna á norðurslóðum. Þær eru nú í grunninn það sem það hafa verið í aldanna rás, mjög kaldur, dimmur staður sem aðalega einkennist af ís og sko Evrópusambandið náttúrulega verður engin gerandi á norðurslóðum langa hríð. Það sem mun gerast á norðurslóðum næstu svona ár og áratugi kannski allra næstu er að það verður aukinn stórvelda áhugi, við munum sjá meiri hernaðarumsvif á norðurslóðum og síðan munu einhver fyrirtæki leið og möguleikar opnast, sérstaklega í Grænlandi, sækjast eftir því að fara að vinna þar málma og það er þá bara milli fyrirtækja annars vegar og Grænlandinga og Dana hins vegar. Þannig að mér finnst þú skauta létt yfir ásælni Bandaríkjafórsta í Grænland. Já, svo komum við að því og ég sko ásælni Bandaríkjaforseta sem kallar þessu umræðum breytta heimsmynd sem ég var ekki að sjá. Já, það er nú bara, ég held að hann skiptir miklu máli, Bandaríkjaforseti, en hann sé nú bara eitt element í því að heimsmyndin hafi breyst og sko ég hef sagt að í viðtalinu byrjaði á því ekkert í janúar að þetta er ekki trúverðug hótun hjá honum. Sjálfsög er hún ekki trúverðug hótun Bandaríkjaforseta að beita valdi gegn Danmörku. Það er bara, það trúir þessu, þetta er bara vitleysa. Enda dró hann þetta allt tilbaka strax í febrúar sko. Og en löngunin er til staðar og hagsmunir Bandaríkjanna er alveg skýrir á Grænlandi. Hvað felur það í sér? Hagsmunirnir. Já, og það að löngunin sé til staðar. Hvað þýðir, hvað munum við sjá gerast þá? Ég held að við munum sjá bara framhald á þeim samningaviðræðum sem er í gangi milli Grænlendinga og Dana annars vegar og Bandaríkjanna hins vegar það sem Bandaríkin vantar í Grænlandi og Danir og Grænland margótt þú getur fengið það og það er aukin aðstaða nýrst í Grænlandi þar sem Bandaríkin eru með litla herstöðum 200 manns held ég síðast ég vissi þetta eru ratsjárstöðvar horfið við Pólinn og gefa viðvörun kjarnorkuárás á leiðinni með eldflaugum yfir norðurskaut og síðan eru Bandaríkjamenn með margra mati mjög óraunsegar hugmyndir geimvarnarkerfi sem við munum kalla á ákveðin búnað á jörðinni meðal annars í Grænlandi og síðan eru líka uppi áætlanir að
auka viðveru og getu bandaríska flughersins í Grænlandi vegna langdrægra stýriflauga sem kæmi náttúrulega líka yfir pólinn og niður. Þannig að þetta þær breytingar sem beðið af hálfu Bandaríkjamanna manni skilst og þetta verið að tala í þessum viðræðum og þá kom upp auðvitað fullveldi spurningar hver hefur yfirráð yfir herstöðunum, hver hefur dómsvaldi, mannskapnum og allt það og þetta mál sem kom upp allstaðar sem eru bandaríska herstöðar, hérna líka á sínum tíma. Þannig að ég sé bara ekki þetta stórkostlega vandamál en ég skil það vel að það er svona þreyti Grænlendinga að hlusta á þetta og veldur auðvitað mörgum áhyggjum að hlusta á Bandaríkjaforseta að tala með þessum hætti. Það er algjörlega ábyrgðarlaust og óábyrgt. Ekki ábyrgðarlaust, óábyrgt. Já. En þegar hann talar með þessum hætti eða eitthvað það hvernig hann talar NATO og svona alþjóðasamvinnu hér á Atlantshaminu, það einhvern veginn er orðið kveikjan að því að menn tala breytta heimsmynd að við þurfum að færa okkur undir skjóli Evrópu að því getum ekki treysta Bandaríkin og allt þetta. Þetta er orðana sem að ég veit að þú heyrir Já, ég skrifa mikið það sko. Það er engin ástæða fyrir okkur að ætla að áhugi og skuldbindingar Bandaríkjana í garð okkar eða varna Íslands hafi breyst í neinum grundvallaratriðum. Hagsmunir Bandaríkjana í okkar heimshluta eru alveg skýrir. Síðast áréttaði utanríkisráðherra Bandaríkjanna þá í kveðju til okkar var ekki á 17. júní. Það ráður fyrir 1,5 ári minni mig kemur fram í skýrslu bandaríska utanríkisráðsins og sendiráðsins hér Ísland að Ísland er aðkomuleið Bandaríkjanna á norðurslóðum sem er bara augljóst og horfir á kortið. Já. Og Ísland tengist mjög náið þessum loftvörnum Bandaríkjanna sem ég var að tala áðan og Grænland kemur inn í á. Þannig að það hefur ekkert breyst í þessu og við erum kannski 80 ár eða 85 ár frá 1941, jú er það ekki. Þessi samvinna, hún hvílir á ákveðnu grundvallaratriðum hefur gert það. En það breytast meðal annars vegna þess að heimsmyndin breytist að því leyti sem ég nefndi áðan, þetta Asíu-Kyrrahaf og stefna Bandaríkjanna byrjaði að breytast að taka mið af þessu í tíð Obama forseta. Mér fannst þú nefna í algjöru framhjólaupi hérna fyrir þettunum að Svíar og Finnar hefðu gengið í NATO eftir að hafa verið aðrar Evrópusambandinu. Já, þeir fóru eftir Úkraínu innrásina. Já, sem eru nú bara örfá ár síðan. Sko, það er ástæði fyrir að þeir gangi í NATO þó að þeir séu aðrar Evrópusambandinu. Útskýrðu það? Já, ástæði þess að Svíar og Finnar og fleiri gamlu kommunistaríkin og vilja ganga í NATO er einföld. Bandaríkin er í NATO. Þetta er eina breytan sem skiptir máli. Og núna eru þetta áhyggjur af því og ekki bara út á Trump, eins og ég sagði, Obama byrjaði á þeirri stefnu að við þurfum að fara að hugsa meira Asíu, Kyrrahaf, þar liggja okkar hagsmunir. Kína er langöflugasti andstæðingur sem Bandaríkin á nokkuð tíman hort framan í. Nokkuð tíman. Sovétríkin voru bara dvergur við hliðina á Kína. Sovétríkin voru ekki neitt nema herveldi. Kína er vaxandi herveldi, er líka tæknirísi, viðskiptarísi og svo framvegis. Sovétríkin voru ekkert á þessu. Þannig að þetta er bara skiljanleg þróun og eðlileg. Og þá segja Amerikanarnir, nú er komið að ykkur hérna eftir áratuga basla okkar hálfu til að reyna samfæra ykkur þá þið þurfa að taka á ykkur meira af ykkar eigin vörnum. Nú verður þið bara að gera það. Og þetta er eldgamalt mál, sko, fræga sagan, Eisenhower sagði að það verið að hafa okkur 55, sko, 1955. Það verið að hafa okkur Bandaríkjamenn að ginningarfíblum í Evrópu, menn þeir láta okkur borga brúsan og Evrópuríkin taka lítið sem ekkert á sig. Þannig að þetta er bara sumtaðis er bara eðlið þróun. Við ekkert með Trump að gera. En Grænlandsmálið er sérstakt mál og eins og ég segi, óábyrgt á Bandaríkjaforseta og skiljanlegt að það fari í taugarnar á Grænlendingum og valdi fólki áhyggjum þar. En þetta er ekki trúverðug hótun, alls ekki. Og enda dróðan hana tilbaka í febrúar. Þannig að það eitt og sér bara þannig að þetta sé alveg á hreinu. Það kallar ekki á umræðum breytta heimsmynd. Það er engin ástæða fyrir okkur í efast skuldbindingar eða hagsmuni Bandaríkjanna í okkar heimshluta. Þeir fara vaxandi með þessu sem ég nefndi varðandi norðurslóðir. Við munum horfa framan í meiri hernaðarísi á norðurslóðum, meiri stórvelda áhuga. En þetta gerist allt mjög hægt, notabene á norðurslóðum. Sko Bandaríkjamenn núna fyrst að byrja að endurnýja ísbrjóta flotan sinn, kaupa Finnum ísflótaði og svo illa undirbúnir. Eftir að þeir tóku golfring, þannig að
Og sko mesta breytingin á norðurslóðum, þá myndi heiminum breytast, ef að það opna siglingar yfir Íshafið. Þetta meðfram strönd Rússlands eða Kanada, það breytir ekki heiminum. Það alltaf takmarkaðir möguleikar þar. En ef það hægt að sigla yfir Íshafið og ef að skipafélög eru tilbúin í það og tryggingafélög eru tilbúin í það, því Íshafið verður eftir sem áður ekki skemmtilegu staður, marga mánuði á ári, að þá auðvitað heimsmyndin virkilega breytt, bókstaflega. En að tengja þetta við, ég hef ekki séð neinar upplýsingar sem benda til þess að Evrópusambandið væri til í einhverja tilslaganir, okkar sérstöðu, ítrekka það hvað hann mikil og hvað þetta alveg miðlægt efni allra aðildarviðræðna milli okkar og Evrópusambandsins. Það að leysa sérstöðumálin okkar í sjávarútvegsmálum, þar á meðal eignarhaldið sem við vorum að tala og í loftslagsmálum að mínum mati. Það ekki víst að aðrir séu sammála því, en ég tel að það væri glabræði að fara inn í Evrópusambandið án undanþágu í loftslagsstefnuna. Þannig að þetta eru máli sem spurningin aðild eða ekki aðild myndi snúast ekki þannig að norðurslóðir hafa engin áhrif á samningsafstöðu hvorki okkar né Evrópusambands ef út í aðildarviðræður væri farið. Það bara þessir, getum við tekið tillit til sérstöðu krafna Íslendinga án þess að fara að rekja upp þetta heima hjá okkur. Það treystuðu sér ekki í 2011, getaði það næst. Ég hef ekki trú á því, en ég ætlaði að fara að segja þetta gott, en svo kemur við með þessa bombu norðurslóðan hafi engin áhrif. Þegar menn hafa nú talað með þeim hætti að Evrópusambandið sé það mikið að sækjast í aðgang að norðurslóðum gegnum Ísland og þá vantilega Danmörk og Grænland. Að það gefi okkur einhvern veginn aukna vikt í umræðunum eða... Já, ég skil alveg þennan málflutning, en ég hef aldrei heyrt neitt úr ranni Evrópusambandsins segja þetta, að gefa okkur einhverja vikt, mér ekki kunnugt það. Fyrir utan hvað við að tala, hvað ætti Evrópusambandið að gera á norðurslóðum á næstu árum, áratugum? Hugsanlega, eins og ég sagði áðan, hugsanlega væru stór evrópsk fyrirtæki, hefðu áhuga á því að byrja að vinna málma í Grænlandi. Ef að hlýnunin heldur áfram, þá verða málmarnir aðgengilegri heldur en núna, og það verður hægt að fara að gera vegi og annað sem þarf. Og það eru bandarísk fyrirtæki sem hafa áhuga á því. En það hefur fyrst alveg ekkert mjög mikið með Evrópusambandið sjálft að gera, heldur þessi fyrirtæki og svo samningsaðilan sem Danmörk og Grænland. Og varðandi áhuga stórvelda í hernaðarlegum skilningi, Evrópusambandið mun ekki hafa neina burði í það, í fyrirsjáanlegri framtíð. Þeir hafa alla burði í að vera með flota heima fyrir. Þannig að þetta bara ekki aktúelt fyrir, aktúelt fyrir Evrópusambandið að ég fæ sér. En áhugið vaxandi. Ég var nýlega gestur utanríkismálanefndar ítalska þingsins. Vegna þess að ítalska þingið hefur fengið áhuga á norðurslóðum. En það segir ekki það að þar með muni þeir alltaf fara að gera sig gildandi þar. En auðvitað það þessi möguleiki að norðurslóði virkilega breyti heimsmyndinni ef að hlýnun jarðar heldur áfram. Og með þá verulegum hraða og þá erum við fara að horfa framan í þessa breytingu, íslaust íshaf og siglingar og tryggingafélögin sem allt sem ég nefndi, þessar forsendur eftir, ég má segja, 50 ár. Ég ætla ekki að, svona í rétt í lokin, ég ætla ekki að biðja að gerast mikill spámaður, en gefum okkur umræðan vegna að Íslendingar kjósi nei og bara það verður ekkert farið inn umræður. Svo þetta geta hlutinni breyst og heimsmyndi breyst og allt þetta verður bara það, en Noregur, ég held að menn sem aðeins að íkja áhuga Norðmanna því að fara í Evrópusambandið, bara staða okkar næstu 5, 10, 15 árin í alþjóðakerfinu. Hvernig hún eiginlega óháð því hvort við fyrir með Evrópusambandið eða ekki? Staða okkar náttúrulega veik, við höfum pínu lítið ríki og fátt fólk. Það var bara jafn veik og í dag og var í gær og verður á morgun. Já, ég sé enga stóra breytingu því, hún bara veik í grundvallar atriðum. Það er bara augljóst, það er ekki mig til að benda á það, en við höfum hins vegar nýtum okkur vel okkar aðstæður í alþjóðakerfinu, við erum samvinnu fjölda ríkja, við erum með fríverslunarsamninga, við erum með EES, við erum í NATO, við erum með náið samstarf, við erum endurtaka það, náið samstarf við Bandaríkin í varnar- og öryggismálum og engjar líkur á að það breytist. Þannig að við höfum margar leiðir til þess að mæta okkar veikleikum sem smáríkis og örríkis í rauninni. Og það hefur gengið alveg ljómandi vel, við erum eitt af auðugustu ríkjum í heimi.
við stundum gleyma þetta á Íslandi Já, í já. öllum barlóminum sko, sérstaklega núna í sumar. að það er fátt, það eru fáir jafn ríkir í veröldinu eins og Íslandingar. Þannig að okkur gengur alveg bærilega þrátt fyrir augljósa veikleika smæðar. Þeir eru bara augljósir. Og það voru lokaorðin. Já, líka bara að endurtaka það að hinn hliðin á þessari smæð, en líka þessari velmegun hérna, er þessi, svo ég endurtaki mig, sérstaða Íslands. Hana þarf að leysa í aðildarviðræðum og mína niðurstöður er að menn ég ekki að gera sér mikla vonir að það sé hægt. Og við höfum ekki að segja hana frá okkur. Sérstöðuna. Ég hef enga trú á því að það gengi. Nei. Albert Jónsson, frábært að fá því í þáttinn. Bara takk fyrir að koma. Og Sömuleiðis, ég þakka þetta te og kaffi fyrir að lána okkur aðstöðuna og búlíðstrákarnir, alveg frábærir. Takk fyrir. Þið sem hlustuðu, þið sem horfðuð, takk fyrir.